á kant. Já! Heyrðu, hoppaði hann yfir dekkið? Let's go, baby! Herru, þetta easy. Svo tekur hann alltaf einhvern snúning upp á, kemur niður aftur. Það á ekki að vera allt easy. Og upp á kantinn. Gefið honum gott klapp, virkilega vel gert. Algjörlega stórkostlegt. Þetta sérútbúinn götubíll. Já! Það ekki að hafa mikla rökir þetta. Aftur til deg. Og fer hann af stað á bleika partusinum. Þetta ekki gamli Thunderbolt, það ekki rétt muna hjá mér? Þessi bíll á alveg að virka sko. Þetta nú bara eitthvað easy peasy. Það verður að búa til eitthvað showcase. Þannig að keppendur geti aðeins svona sprella. Og upp á kant. Þá fáum við næst Pálma Frey á Lightfoot. Liggur neðarlega þessi bíll. Sniðulega smíðaður. Gegna þetta hlið og svo er að standa. Já, eða festa sig þarna. Það er líka hægt að gera það, það er ákveðið leið. Hei, hann náði að losa sig sjálfur. Við erum öll gríðarlega þakklátt fyrir það. Stökkva þarna. Þarna var stökkva, já, ágætt svo sem. Það er einhvern ryggmerkið þarna. Gaman að sjá þessa braut, hvernig fjörunarbúnaður virkar í þessum bílum. Eitthvað af bílum hérna líka með sjálfstæða afturfjörun sem er skemmtilegt. Svona buggy-bíla pæling. Og komin í gegnum endalið. Hér verður væntanlega tafl.
Þetta alveg Stetter sem sérútbúinn götubíl. Það er skemmtilegt að keyra það bara svona inn á milli sérútbúinna bíla. Það er ótrúlega tekin stika. Wow. Inn eitthvað mál að pissa, hann skaust bara út braut. Það er að snúsa bílinn. Easy. Niður aftur. Ledson menn verða ánægðir með það. Það verður öflug stigasöfnun hér í brautinni þeirra. Og klárar þetta með stökki. Vel gert. Þetta erum við á Jón Örni Ingileifssyni. Þetta var easy. Það var bara óskandi að við fáum einhverja flugeldasýningar hér í loka hliði. Þarf ekkert endilega að vera að sperra sig, það er gaman ef menn gera það. Það er nú heimamaður hér og ætti nú að rata hér brekkurnar. Þetta er algjört tækifæri til að vera með sjóa þessi braut. Keyrir slétt. Áræðsaköst þarna á Þórði. Hann er að vanda sig, strákurinn. Það er allt í lagi að vera með smá stökk. Það eru bara 350 stig, þessi 400 stig hér. Sjáum hvað Valli gerir á Jóker. Keyrir bara þarna yfir stigur. Nei! Áhugaverð nálgun. Okidoki, komin þarna upp. Engin refsing þarna og svo var refsing gegnum endalið. Finna fyrir því. Já. Komin upp, ekkert mál. Getur nú kannski fengið sjó hérna. Einhver gríðarlega neðarlega. Þeir fara þarna upp nánast í lausagangi.
engin refsing síðst mér. Svarar alveg einstaklega vel þessi bíl. Þá fáum við Danna Junior til að koma hér á Green Thunder. Hann er að standa sér vel strákurinn, ekkert upp á það að klaga. Hoppar þarna ofan á einu stíkur reyndar. Það er alltaf hann hoppaði. Við erum ánægðir með hoppið. Kemur niður og væntanlega verður þetta bara easy peasy. Rúlar sér hérna upp í endarliðið. Já. Gími á draumnum. Það vitnar svo í brautina. Komin upp, ekkert mál. Og reyndar er þessi bíl svo líka með þessi beygjuhraða. Þeir eru þá 3 í bílarnir sem eru með beygjuhraða. Það er búnað sem hefur verið að koma og fara. Það virkar vel fyrir þá sem að kunna nota hann. Þetta getur verið full mikið að hugsa í miðri brekku. Sjáu þið drauminn og notar mann þetta afturbremsur vel. Þetta var nefnilegt. Já, nice! Straumurinn upp og yfir, 350 stig, ka-ching! Hann er búinn að vera lengi í torfærunni. Ég var að pimpa hann út hérna í gamla daga og það hafðist. Hann er núna komið með fallega konu. Og við erum að koma andra úr. Ein stika þarna á ára. Það eru dýrar í svona braut, það sem margir eru að safna vel stigum, að þá getur verið dýrt að taka stiku. Á að vera leikandi hægt að taka þessa braut að taka refstig. Eftir að dekk í endaliði. Helmingar til að menn klára. Þá er það okkar maður Sævar Benunusson frá Vestmannaeyjum á Móra. Hellcat mótor. Þarna stikur. En það er inn á viðburðinum er búið að deila bæklingnum fyrir keppnina. Þar er hægt að fá ótrúlega mikið upplýsingum bæði keppendur og bíla og það var svona nýlunda að þá eru keppendur spurðir út í eitt og annað og það eru áhugaverð svör. Ok. Sæft. Vonandi að hann hafi verið inn í brautkallinn. Þarna tók hann aðra stig. Rúmmeturinn glaðbeitti. Hann er vakinn og sofinn í þessu sportakalli. Þetta er Íslandsmeistaramótor. Flottur. Andri Már er nú ofalega. Var hann ekki bara í öðru eða þriðja sæti eftir þriðju braut? Mjög gott. Þetta voru bara hrein 350 stig held ég fyrir Kúrekan. Láta torfæruferilinn setjast á hakan eða setjast á hilluna út af svollu.
Nú er komin aftur tvíeldur og ætla sér að verða Íslandsmeistari. Þá þarftu nú að taka 350 stig út af þessari braut. Titrar hérna upp brekkurnar. Geir, hvað er þetta að fara, vinnur? Jæja, þetta er rétt slapp. Það hefur verið svakalega dýrt að bakka. Bakkið gefur alveg ruddaleg refsistig. En það er orðið svo grafið þarna í sandinn að þeir eru eins og þessi á tein. Þurfum ekkert að hafa fyrir þessu. Bara að keyra 350 stig á Laugardalsganginum og ekkert vesen. Ingimar hæfileikaríkur ökumaður. Hann hefur verið margverðlaunaður sem slíkur. Allir upp á, ekkert ves. Svo hefur verið að leiðbeina alla keppendum allir upp á kantinum. Þetta er svona frekar tíðindalítið hér, 300 vinnum hér að koma núna. Enga líkur á því að þetta verði eitthvað minna en 350 stig. Slapp hann við þessa stiku, hann allavega þurfti að lauma sig fram hjá henni. Og svo hérna niður, gaman að sjá fyrir með búnaðinn svona í beinninsendingu. Þetta eru gríðarlega öflug tæki. Rekur þetta raskatið utan í dekk og túttunni. Það er gaman að fylgjast með henni, hún hefur verið í öllum brautum. Það er meir en margur getur sagt í dag. Og góðs gengis í þessari braut. Það er nú eitthvað hopp er í. Svo stefnarar séu rétt stiltir. Hvort hann var lagður á stað á traktornum áður en Gunnar Guðjónsson á viðhaldinu. Þeir eru að hafa þá orðið spjátrungarnir að það sé búið að vera meira búið að djöflast í viðhaldinu heldur en frúnni undanfarna daga og vikur. Kemur þarna bara á teinum. Þetta er svo niður grafið. Já, vel gert. Legend í bransanum. Þeir á klaka sem komum göttubíl. Það hefur séð út góður göttubíl klarar þessa braut. Það er alveg reynsla á bak við stýrið núna.
trufla í brautinni, bara hægt að sleppa stýrinu, hann bara fer þetta sjálfur. Já. 350 stig. Þetta helmingast alveg reynd út allt. Það var næst rutti. Aðeins að krækja sér í einn stikur. Hittum við. Skella sem upp á kantinn, þá er bakkið þess virði. Þá fáum við möllerinn á skugga. Það er spurning hvort þá þurfum að nota afturbeygina. Já, það er eitthvað aðeins að skallaði stíkuna þarna í strakkinu. Formsatt að komast upp. Tekur þarna dekkið með dekk. Þá var það Raggi Skúla á Mjallhvít. Telma frænka var ofar en Raggi frændi eftir þriðju þraut. Það gæti nú verið að Raggi frændi sé að lauma sér aðeins upp fyrir núna. Já, næstu í stóðtækt. Það var að Palli rolla. Óopinber talsmaður forfarinnar á öldum ljósvakans. Það er nú eitthvað prump í rollinni. Slappi þetta sennilega. Heyrðu, hoppaði hann yfir dekkið á svíni. Það er eitthvað hoppir í þarna aftan. En tók þetta mjög faglega. Búinn að setja tíklana í baksýnisspegilinn og allt klárt. Sjáum hvað svínið gerir hér. Já, slætar hann að reynda dekkinu í burtu. En þá eru bara tílinni tínt hjá Ingvari.
Búið að mála allt. Við erum síðan búið að sprauta dekk. Svona amerískur fílingur yfir bílnum. Góða rembingur svolítið. Æjæjæj, þarna var stika. Þarna sannasti þorpið að Íslandsmeistarar fá líka refsistig. Ætli Ingvar taki stökk í lokin. Það var nú ekki leiðinlegt. Þetta stóð jafnvel tæpt. Lendir hann illa með dekkin í barðinu, en